þitt barn í 5. til 10. bekk eða nýbyrjað í framhaldsskóla? Hefur barnið þitt kvartað yfir stærðfræðinni, finnst hún þung, tilgangslaus og flókin? Orðum þetta þannig. Ef að þitt barn á erfitt með almenn brot, þá er nánast örugt að framhaldið komi til með að auka álagið verulega og hjá mörgum er það sannarlega nóg fyrir. Ég heiti Kolbeinn og hef starfað við lesblinduráðgjöf í rúm 10 ár. Ég hef unnið með nemendum sem glíma við námsveruleika vegna lesblindu, athyglisbrest og ofvirkni allan þennan tíma, svo fátt kemur mér á óvart í þeim efnum. Ég er með diplóma frá alþjóðlegu Davis lesblindusamtökunum og BS í tölvunarfræði. Fjarnámskeiðið almenn brot er unnið í samstarfi við Halldór Þorsteinsson stærðfræðikennara, en hann er með BS í viðskiptafræði, master í alþjóðaviðskiptum, auk kennsluréttinda frá Háskóla Íslands. Hann hefur starfað við stærðfræðikennslu síðastliðin 5 ár, svo saman deilum við rúmlega 15 ára starfsreynslu. Þetta er hún Sigga. Hún er í 7. bekk. Hún hefur aldrei kunnað almennilega við sig í stærðfræði og kann ekki margföldunatöfluna að fullu. Nú er kennarinn farin að tala nefnara og samnefnara og hún skilur hvorki upp né niður. Hún ruglast jafnvel á vinstri og hægri. Sigga var lengilegur á klukku og finnst stærðfræði tilgangslaus. Heimanám gengur illa og Sigga dregst hægt en öruglega aftur úr. Jói er í 9. bekk. Hann var alltaf ágætur í stærðfræði en undanfarið hafa einhverjir hans lækkað hratt. Honum finnst hann vera að missa af lest. Það er eins og gjá hafi myndast á milli hans og kennarans. Hingað til hefur Jói getað bjargað sér en nú er algebra komin í spilið og þetta er orðið þungt. Þetta er nýr veruleiki fyrir Jóa. Það sem Jói og Sigga eiga sameiginlegt er að hvorugt stendur á traustum grunni þegar stærðfræði er annars vegar. Þeim gengur sæmilega í stuttan tíma eftir að dæmin hafa verið útskýrð en eiga mjög erfitt með að skilja fyrirmælin í kennslubókunum og læra sjálf, ein og óstudd. Foreldrar þeirra er að sjálfsögðu vonlausir leiðbeinendur og útskýra þetta allt öðruvís en kennarinn af þeirra sögn. Og nú eru góð ráð dýr. Eða hvað? Almennbrot eru forsenda árangurs í algebru og því er full ástæða til að taka þau föstum tökum. Því miður sést mörgum yfir þetta og því kemur vandinn oft ekki ljós fyrir í efri bekkjum grunnskóla eða jafnvel framhaldsskóla. En hvernig er þetta námskeið frábrugðið hefðbundinni kennslu? Lítum aðeins á það. Almennbrot eru fjarnámskeið fyrir 5. til 10. bekk og 1. bekk framhaldsskóla. Námskeiðið byggir á nýjustu tækni og er sérstaklega sniðið að þörfum nútíma nemenda sem vilja lifandi og myndræna kennslu. Námskeiðið laga sig sjálfkrafa að mismunandi tækjum og henta því bæði spjaldtölvum og snjallsímum. Að sjálfsögðu má nota hefðbundna fartölvu líka. Við hönnuðum námskeiðið með þá nemendur í huga sem hafa glímt við erfiðleika og hentar ekki hefðbundi kennsluform. Þess vegna notum við nánast eingöngu stutt myndbönd til að miðla efninu. Þannig höldum við athygli nemandans lengur, litir og hreyfing örva sjónminnið. Og flestum finnst einfaldlega betra að skilja munnlega fyrirmæli en skrifleg. Námskeiðinu er skipt upp í 10 hluta. Þetta eru almennbrot frá A til Ö. Hlutunum er raðað saman í eina heild og nemandinn er þannig leiddur skref fyrir skref í gegnum námsefnið sem verður síður yfirþyrmandi fyrir vikið. Nýtt efni kemur á 3 til 5 daga fresti en það er mjög mikilvægt til að gefa nemandanum tíma til að meðtaka það sem á undan er komið. Nemandinn hefur auk þess fullan aðgang að eldra efni sem gerir upprivenir auðveldar, jafnvel í gegnum snjallsíma. Og hvað ef dæmaniðurstöðu nemandans stemmi ekki við svörin sem við gáum honum? Ekkert mál, því við tókum upp nákvæmar vídeólausnir að hverju einasta dæmi námskeiðsins. Þannig sér nemandinn strax hvaða var sem hann gerði vitlaust, lærir af mistökunum og heldur áfram. Þar sem námskeiðið er einkum hannað fyrir nemendur sem þurfa aðstoð í almennum brotum, þá skiptir aldur ekki máli, heldur námsefnið. Allir byrja því á sama stað, á byrjuninni. Það er ekki búið að byrja í miðjuefninu því í því felst einmitt vandinn. Við getum ekki tryggt árangur nema nemandinn hafi fylgt okkar leiðbeiningum og farið í gegnum hlutana á undan. En hver og einn stjórn á sínum hraða og við erum til staðar ef aðstoð eru þörf varðandi námsefnið. Tökum við saman hvað þú færð. 10 markvissa hluta af hágæða kennsluefni. Fjöldi háskerpumyndbanda,
Dæmahlutar og úrlausnir eru á PDF-sniði sem auðvelt að lesa á skjá eða prenta út, auk þess sem allar lausnir eru aðgengilegar á vídeóformi. En þú fær líka rúmlega 100 viðbótardæmi og lausnarmyndbönd, símastuðning sem á aðstoði tölvupósti þegar þess gerist þörf. Það engin binding á mánaðaráskrift, þú segir einfaldlega upp þegar þér hentar. Það heldur engin uppsagnarfrestur sem þýðir að uppsögn tekur gildi strax. Þú greiðir aðeins eitt gjald fyrir alla fjölskylduna en ekki hvern þátttakanda. Og þú getur notað námskeiðið á alltaf 5 mismunandi tölvum og símum. Og ekki bara það. Öll áhættan okkar megin því við bjóðum þér 100% endurgreiðslu ábyrgð í 30 daga frá kaupum. Já, það þýðir að þú getur fengið námskeiðið að fullu endurgreitt innan 30 daga ef námskeiðið gagnast ekki þínu barni. Auk þess býst þér 17% afsláttur á mánaðaráskrift en aðeins ef þú skráir því núna. Stærðfræði örðuleikar verði ekki til á einni nóttu. Svo líklega hefur vandinn verið til staðar í langan tíma. Þú væri líklega ekki enn að horfa ef þú hefðir aldrei haft áhyggjur eða velt því fyrir þér að fá hjálp fyrir barnið þitt. Það skiptir því miklu máli að þú, sem foreldri, sért vel með á nótunum þegar þú sér lausn sem gæti hjálpa þínu barni. Stærðfræðivandi þess eðlis að með tímanum verður mun flóknara og kostnaðarsamara að greiða úr honum. Tímasetningin getur því skipt sköpum. Spurningin því, verður staðan betri ef þú bíður? Verður tíminn eitthvað betri en einmitt núna? Ef þú hefur spurningar, þá skaltu endilega hafa samband. En ef ekki, þá skaltu ekki bíða of lengi því þetta boð stendur í takmarkaðan tíma.